það sem þú hugsar og það sem þú trúir. Og eftir að ég komst að þessu, þá fór ég að breyta í hvað ég var að hugsa, og þegar ég fór að breyta í hvað ég var að hugsa, þá fór ég að breyta orkunni minni og þá fór ég að breytast og heilsa mín og líf mitt og fjármála mín og svo framvegis. Þannig að með því að breyta hugsuninu getur þú breytt sjálfum þér eða sjálfur þér, heilsunniðinni, lífinniðinu og öllum sviðum þíns lífs. Og það sem svo stórkostlegt við þetta að þetta gefur okkur svo mikið power, það gefur okkur svo mikið power yfir okkar lífi, við áttum okkur á því, við erum ekki fórnarlömb, við erum sigurvegarar og við höfum völd yfir okkar eigin líf og okkar eigin heilsu og yfir því sem gerist í okkar lífi. Og ég lifi svolítið eftir þeirri reglu í dag, ef ég vil ekki að sé satt að þá hugsa ég ekki og ég segi það ekki, að því ég vil ekki skapa með orðunum mínum og hugsunum mínum. Ég hugsa og segja það sem ég vil að sé satt, að því ég veit hvað mikill kraftur og máttur í því sem ég hugsa og því sem ég segi. Og mér langar til að tengja þetta bara aðeins við og kenna ykkur smá krafthugsanir, eins og ég kenni á námskeiðunum mínum öllum, þessar svokölluðu krafthugsanir, sem eru bara svona jákvæðar staðhæfingar í nútíð sem við hugsum og tölum út til þess að skapa það inn í líf okkar. Og það getur til dæmis verið, ef við tökum til dæmis bara á sviði fjármála. Ég myndi aldrei hugsa hugsanir eins og þetta of dýrt, ég hef ekki efni á þessu, ég á ekki nægan pening, eða ég hef ekki nóg, ég á ekki nóg, ég er ekki nóg. Allar þessar hugsanir eru fullar af orku sem skortur og skortur orka. Og allar þessar hugsanir og þessi skorts orka býr til skort. Það segir í Biblíunni, sá sem hefur mun gefið verða og viðbætt, sem sagt fá ennþá meira, og sá sem hefur ekki, jafnvel það litla sem hann á, verður tekið frá honum. Og þannig verður að kenna það sem þú trúir og hugsar. Ég hef ekki, ég á ekki, mér skortir, mér vantar. Að þessi skorts orka býr til meiri skort en sá sem trúir því og hugsa ég hef, ég á, ég hef nóg, ég á nóg, ég á meira en nóg, hann fær og jafnvel meira, jafnvel án þess að vera að gera nokkuð, að þetta snýst hvernig orku erum við að skapa innan með okkur og hvernig orku erum við að senda frá okkur. Annað dæmi til dæmis varðandi heilsufar, þú veist, í þau mjög fáu skipti sem það gerist að ég fæ einhverja flensu eða votta kvefi eða eitthvað slíkt, að þá hugsa ég aldrei og ég segi það alls ekki og ég tala ekki það. Ef ég tala það, þá segi ég hluti eins og ég er ekki alveg 100% í dag. Eða mér líður ekki frábærlega vel í dag. Þannig að ég nota orð, velvalin orð og setningar sem eru samt jákvæðar til þess að lýsa einhverju sem kannski ekki endilega jákvætt, af því ég vil ekki fóðra veikindin, ég vil ekki búa til vanlegunar veikinda orku, þú veist, og ef mér líður kannski ekki alveg nægilega vel, eða bara ef mér líður mjög illa, ég segi þetta núna bara því ég að kenna ykkur þetta smá, þá segi ég mig, þú veist, mér líður ekki alveg frábærlega vel núna, þú veist, ég þarf aðeins að fara inn í herbergi og bara fara í smá hugleiðslu eða bæn til að jafna mig, þú veist, þannig að við veljum og við vöndum orðin okkar, þú veist, af því að það svo mikill sköpunarkraftur í orðunum okkar og stundum þegar ég heyri fólk tala og það kemur bara bunan af neikvæðri svartri orku út viðkomandi og þá hugsa ég bara, vá, þú veist, viðkomandi hefur enga hugmynd hvað hún eða hann að skapa inn í sitt eigin líf með því að tala svona. Ekki fóðra það neikvæða í lífinu, ekki skapa neikvætt inn í lífið með orðuninu, með hugsuninu, veldu ljósi, veldu lífi, veldu alltaf heilbrigðan, jákvæðan, fallegan fókus og byrjaðu að þjálfa þig í þessu. Þú getur umbreytt hugarfarinu, þú getur stýrt hugsuninu. Þú þarft ekki að hugsa hvaða neikvæða bullshit sem poppar upp í hugan. Þú getur valið að taka þessa hugsun, losa þig við hana og setja inn nýja. Þú getur skipt út neikvæðri hugsun fyrir jákvæða hugsun og umfram allt niður yfir sjálfsásökun og sjálfsfordæming, það baneitra hugarfar og það þarf að fara út númer 1, 2 og 3. Gangi vel.